Nú man ég ekki einu sinni hvort ég kynnti mig á hann, en ég heiti sérst Guðrún Rakel Eiríksdóttir og sviðsstjóri forvarna hjá Virk. Og ég ætla, það smá áskorun að koma eftir svona flottu erindi eins og Jósef, en ég ætla aðeins að segja, svona fjalla aðeins kulnun á íslensku vinnumarkaði. Og kannski þetta heiti dálítið villandi. Ég er ekki að fara að fjalla kulnun eins og Jósef gerði, ég ekki með tölur greinda kulnun á íslensku vinnumarkaði, heldur ætla ég að segja ykkur frá rannsókn sem við gerðum þar sem við skimum fyrir kulnunar einkennum, sem ekki það sama og vera með greinda kulnun, en þetta kulnunar einkenni fólk á íslensku vinnumarkaði. Það svona ágætt að það sé skýrt. En ég spyr, eins og var spurt áður, bara hvað kulnun? Ég spyr gjarnan að þessu þegar ég held erindi þetta fyrirbæri. Og það svo gaman að maður fær alltaf alveg ótrúlega mikið ólíkum svörum við þessari spurningu. Sem kannski ekkert skrítið, ef maður svona velti fyrir sér bara svona þetta hefur alveg verið mikið rannsakað í áratugi, en rannsóknin hafa verið að notast svona við mjög mismunandi skilgreiningar. Og það alveg, við erum að tala alveg yfir 140 mismunandi skilgreiningar í þessum rannsóknum sem hafa verið gerðar. Og til að flækja þetta enn meira þá líka verið að nota mismunandi mælitæki til að mæla þessi einkenni, þannig að eðli málsins samkvæmt erum við bara með svolítið mismunandi skoðanir og svona tilfinningu fyrir því hvað kulnun En ef við lítum til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar, og ég hef nú ansi oft fjallað þetta, en það það kerfi sem við svona vinnum eftir hér á Íslandi og það flokkunarkerfi, og samkvæmt þeim, nýjustu uppfærslu frá þeim, þá erum við að tala kulnun sem heilkenni og langvarandi afleiðing af langvarandi álagi tengt vinnustaðnum. Þeir gera gott betur frá fyrra kerfi og nefna þarna líka einkenni eða svona hvernig þetta lýsir sér með nákvæmari hætti, og það gert með að lýsa svo sem 3 víddum sem þá þreytan og orkuleysi, sem kannski það sem held ég allar eða langflestar rannsóknir nú sammála að sé til staðar, vera svona andlega fjarverandi vinnu eða aftengdur vinnunni, neikvæð viðhorf og svo framvegis, og svo minni afköst eða framleiðni í starfi. Þeir nefna það líka sérstaklega að það ætti í rauninni ekki, það ætti að nota þetta heiti eða þessa greiningu í tengslum við þá vinnuumhverfið, og ætti ekki að nota til þess að lýsa reynslu á öðrum sviðum lífsins. Og að lokum langar mig líka að benda á að þeir gera þetta, þeir eru með nokkrar raskanir sem svona undanskildar, sem þýðir í rauninni það að ef þessar raskanir, eins og lindisraskanir, aðrar streitutengdar raskanir eiga frekar við, eða fólk uppfyllir þau viðmið, að þá eigum við í rauninni ekki að nota þetta heiti eða greina kulnunina. Mér langar líka áður en ég fer svona í rannsóknina og svona helstu niðurstöðu þar að útskýra aðeins svona út af því ég kom nú inn á hvað þetta mælt með mismunandi hætti, að það mælitæki sem við notuðumst við í þessari rannsókn heitir Burnout Assessment Tool eða BAT, og ég mun örugglega tala þetta sem BAT framvegis, en þetta sjálfsmatslisti, þannig að auðvitað þetta upplifun hvers og eins. Og en það sem mjög svona jákvætt við þennan lista að hann til á mörgum tungumálum og öllum aðgengilegur. Ég held að síðast ég kíkti var búið að þýða hann yfir 32 tungumál. Og það vinnutækt útgáfa sem töluvert meira notuð og hefur meira verið rannsökuð, en það líka til almenn útgáfa. Og þessi listi samanstendur á 23 spurningum sem mæla svona 4 kjarnaeinkenni kulnunar, sem örmögnun, aftenging, hugræn einkenni og tilfinningaleg skerðing. En af hverju BAT? Ég nú aðeins kannski búin að svara því, en þetta svona kannski nýjasta afurð rannsókna þegar kemur að svona mælitækjum á kulnun, svona freka nýlegt og þetta hefur svona umfram mörg önnur mælitæki. Þetta byggir á fræðilegu líkani og hefur bara verið töluvert rannsakað. Og svona með þessar vittir sem ég talaði sem kemur fram í skilgreiningu WHO, þá bætir þetta mælitæki inniheldur líka kjarnaeinkenni sem breyting á hugrænni getu, sem var líka ánægjulegt að sjá, og Jósef kom aðeins inn á það, en þessi vitræna eða hugræna færni
þá þetta minni, athygli, einbeiting og svo framvegis sem fólk finnur að fer svona, já, það verður ákveðin svona skerðing eða versnun á þessari getu hjá fólki og þetta eru líka einkenni sem rannsóknir hafa sýnt að það byrjar að bera á þeim oft svolítið snemma í ferlinu og þau geta verið mjög þrálát og það var einmitt sænska rannsókn sem ég las og 7 árum eftir greiningu þá fólk enn að finna fyrir að þessi hugrænu einkenni eru að valda erfiðleikum í vinnu, að sinna verkefnum í vinnunni. Þannig að þetta geta verið mjög erfið og svona, já, þetta ekki góð einkenni í mörgum störfum þegar það reynir mikið á þessu vitrænu færni. Og svo líka bara hafa rannsóknir sýnt að mögulega batinn svolítið svona ítarlegri mæli eining á kulnun miðað við svona það sem flestar rannsóknir hafa kallað sem svona golden standard eða gullstaðal þegar kemur á mælitækjum á kulnun. En ég ætla nú ekki að fara neitt nánar út í svona mælitæki þó mér finnst það mjög áhugavert. Hérna sjáum við svo listan og hvernig hann augljóslega tengist vinnunni. Það alltaf vísað í vinnuna og þá þetta flokkunin, örmöglunin, aftekking, hugræna skerðingin og svo tilfinningaleg skerðing. Og fólk meti þá hversu mikið þetta að trufla það í daglegu lífi frá því að vera aldrei og í alltaf. Þannig að það svona hægt að reikna þarna meðalskor út frá þessum svörum. En að rannsókninni, sem ég ætla nú aðeins að fá að fjalla hún var sem sagt gerð í samstarfi á milli Virk og sálfræðideildar Háskólans í Reykjavík og það stendur nú til að birta þessar niðurstöður í ritrýndu riti en það bara í vinnslu eins og staðan núna. En framkvæmdin sjálf var í höndum Gallup og þeir lögðu listan fyrir í október 2023 og kannski líka ágætt að geta þess að svona hópurinn innan Virk sem hefur staðið svona að undirbúningi og úrvinnslu gagna sem sagt ásamt mér Berglind Stefánsdóttir og Svandís Nína Jónsdóttir, kollega mínir. En já, markhópurinn þessar rannsóknar fólk á vinnumarkaði, þannig að þetta fólk í virkni á vinnumarkaði og þetta voru einstaklingar 18-67 ára og það voru tæplega 2400 manns sem svöruðu rannsókninni, listanum og af þessu 6.050 manna úrtaki. En þeir sem svöruðu BAT-listanum sjálfum voru tæplega 2000 manns. Og áður en bara til þess að einfalda aðeins líka niðurstöðurnar sem koma á eftir að í rauninni listin að meta áhættu á kulnun, hversu mikil hætta til staðar út frá svörum einstaklinga á þessum lista. Og það gert með því að flokka það í það ekki hætta til staðar sem þá svolítið græni hópurinn sem ég mun kannski vísa svolítið í á eftir og guli hópurinn þá í einhverju hættu en rauði hópurinn þá í mikilli hættu á kulnun og þetta allt reiknað út frá ákveðnum viðmiðunarskorum sem hafa verið rannsökuð. En örlítið bara hlutfall svarenda, hann var bara nokkuð jafn eftir kynjum og aldurinn líka vel dreifður, það aðeins fleiri ár þarna í yngsta aldursflokknum þannig að hann hlutfallslega aðeins hærri eðlilega og búsetan skiptist bara svipað og hún samkvæmt Hagstofunni þannig að þetta svona 65-35 hlutfall og svo flestir hafa lokið háskólagráða þeir sem svara. Sambarlegt á milli grunnskólaprófs og stúdentsprófs og svo 12% með iðnpróf eða iðnmeistarapróf. Og starfsgreinarnar, bara örlítið með þær, þetta náttúrulega gríðarlega flókið eins og þið flest inni vitið að flokka störf í einhverja svona mjög lýsandi flokka þannig að þegar við erum að túlka niðurstöður á svona skimunarlista út frá svona flokkum að við getum gert það og hugsa bara já þetta hlýtur að vera það bara flokkur þar sem störfin eru mjög sambærileg en eins og þið kannski sjáu þarna þá kannski ekki alltaf hægt að gera ráð fyrir því. Þannig að þetta gríðarlega flókið fyrirbæri og við erum alltaf að leitast eftir því að gera þetta með sem bestum hætti. En þetta allavega dreifingin út frá bara öllum svarendum í rannsókninni. Og þá að niðurstöðunum. Ég langar að byrja á því að segja ykkur að sýna ykkur aðeins frá, við vorum með eina opna spurningu sem einfaldlega svona, hvað kemur upp í huga þegar minnstra hugtaki kulnun. Þegar það svo ótrúlega áhugavert svona að fá bara þessi heiðalegu svör frá fólki og þetta náttúrulega greiðlega mikið á svörum þannig að við reyndum svona þema greina svörin
og ég veit ekki hvort að þið hafi ykkur hugmynd en þið eru kannski vitið töluvert þetta en langflestir tala andlega líkamlega þreytu og örmögnun eða það eru 722 svör á bak við það. Næst kemur þá langarindi álag, streita og ofkeyrsli vinnu, þarna kemur þessi vinnutenging. Töluvert margir komin á andlega vanlíðan og tala kvíða, depurð, þunglyndi og svo framvegis. Og það töluvert því miður að neikvæðum athugasemdum og það eru svona orðið svo tískufyrirbrigði, ofnotað hugtak, eitthvað svona sem kannski svona lýsir pínu neikvæðu viðhorfi gagnvart kulnun. 166 svör sem snerust svona bara starfsleiða eða óánægju í vinnu. Svo voru einhverjir sem komin á bara veikindi og sjúkdómslýsingar og einhverjir sem bara vissu það hreinlega ekki eða svöruð ekki. En svo svona gaman að taka svona dæmi svör sem kannski ekki endilega lýsandi þarna fyrir svona flesta sem bara, við vorum með nokkuð svona lýsandi svör fyrir þessu fyrirbæri en fengu þetta sprungnar ofurkonur í kallmannsfötum, mér fannst þetta frumlegt. Nútíma vandamál, tískufyrirbrigði, það var svolítið komið inn að þetta sé nú bara eitthvað svona sem við erum núna í dag í nútímanum að díla við, en í rauninni það ekki og þó að kulnun sé kannski, eða þá ekki alltaf verið að nota kulnun sem svona heita á þessu fyrirbæri, þá má rekja þetta heilkenni alveg langt aftur í tíman, en það náttúrulega bara efni í allt annan fyrirlestur út frá sögunni. Fólk sem bara ómikið að gera og að þókna samfélaginu, bara vera allstaðar, eiga allt og gera allt. Þetta heyrir maður stundum. Dálítið mikið verið að vísa svona í aldurinn, konur nálgast meðan aldur með mikla ábyrgð á öllum vígstöðum, gamalt fólk og óhamingja. Maður heyrir það ekki oft. Og svo það unga fólki sem umvafið bómull. Svo komið frumleg svör eins og kapitalismi, ríkisstjórnin og borgarlínan. Það bara dálítið gott. Þannig að það fyrsta sem kemur í huga þegar þú heyrir á hugtaki kulnun. Já, það væri gaman að hitta þessa. Og fólk í röngu starfi kemur að í lokin. Þetta svo einfalt? Ertu bara ekki á réttum stað með þína getu? Það alveg punktur. En já, hlutfallslega dreifing, þetta öll svörin. Þegar við metum öll svörin á bakklistanum kemur í ljós að 75% mælast þá á þessu græna svæði og eru ekki hættu á kulnun. 12,2% mælast þarna á rauða svæðinu sem þá mikil hætta og 12,7 eru þá í appelsínugula svæðinu í einhverju hættu. Veit ég hvort þetta kom ykkur á óvart, það kannski erfitt að meta þegar maður hefur ekki samanburðin, þannig að ég með hann. Við erum með erlenda samanburð og þetta eru allt lönd sem hafa notað þennan sama lista til að mæla kulnunareinkenni. Þannig að þarna getum við borið okkur svolítið saman við þessi lönd og þetta birtist í rannsókn höfundar bakklistans, þannig að þetta allt mjög áreiðanlega rannsóknir sem þetta að sýna þarna og þetta bara rauði hópurinn, tek það fram. Bara þeir sem eru í mikilli hættu á kulnun. Og það frá, Finnarnir eru að gera eitthvað rétt, þeir mælast mjög lágir þarna í rauða hópnum. Japanir eru nokkuð háir, ég get ekki komið með skýringarnar á hvað veldur þessu, en Ísland mælist þarna nokkuð veginn fyrir miðju með 12,2%. Og ekkert langt frá Norðmönnum, vinum okkar, 12,9%, þannig að þetta bara áhugavert að sjá þetta svona í þessu samhengi. En hvert bara mat þáttakenda, okkur fannst það líka áhugavert svona, og út frá svo niðurstöðunum. Við spurðum bara fólk, telur þið vera að takast á í kulnun? Án þess að fara eitthvað út í skilgreiningu eða annað og þá, hvað finnst ykkur þessa skiptingu? Okkur þóttu nokkuð áhugaverð, eins og við sjáum, þá hún í rauninni bara eiginlega í takt við þessa. Þannig að þarna 75% sem bara, nei, ég ekki með kulnun, bara góðum málum, en þá veltum við fyrir okkur, þetta endurspeglar þetta niðurstöðurnar á bakklistanum? Þannig að við tekkuðum sérstaklega á því. Og þá kom í ljós að af þeim sem eru þarna svara já og eru rauðu súlunni, af þeim eru 80% sem mælast á bakk í hættu eða mikilli hættu. Það kannski ekki 100% nákvæm svör, en mér finnst það bara nokkuð hátt hlutfall. En gleymum ekki hvað þetta jákvætt. Það eru 75% bara út af þegar svolítið í umræðinu, að allir séu kortir í kulnun, og þetta sé svo gríðarlega alvarlegu vandi.
sem hann vissulega er þegar hann á við, en gleymum ekki líka að líta hérna á björtu niðurstöðunar. En svo það dreifing eftir kynjum, það var ekki nægilega hátt hlutfall annarra kynja en kvenna og karla sem svöruðu til þess að hægt vera að vinna úr þeim niðurstöðum. En það marktækumunur á milli kynja eins og hérna oft í þessum rannsóknum og þetta kannski ekki gríðarlega mikill munur en hann til staðar. Þannig að konur eru marktækt hærri þarna í þessum áhættuhópum og þá karlarnir ekki hérna alveg þarna á sama stað. En ef við rýnum þetta aðeins eftir aldri, við ætlum aðeins að útskýra þessa mynd, þarna við að tala að rauðu súlurnar, þær hérna, mynda 100%, þannig að af þeim sem eru í rauðahópnum eða í mikilli hættu á kulnun, langflestir hérna 24 til 29 ára. Sem áhugavert og hérna, og svo eins og við sjáum kannski þróunin niður á við, þannig að hérna, en með einhverjum breytileika líka, þannig að það alveg áhugavert því að fyrst svona flokku við þetta í 4 aldursflokka, en svo þegar maður slítur þetta aðeins, þá bara sér maður hversu flókið þetta þið viti. Hvað greinilega miklir áhrifaþættir þarna til staðar, þannig að það ekki hægt að segja bara, já herri, það bara unga fólki sem alveg, unga fólkið í bómli sem hérna, bara alltaf að kvart og kveina eða eitthvað slíkt, þú veist, þetta bara mikill breytileiki þarna á milli allra þessa aldurskeiða og hérna ef við tökum aðeins nánar bara þennan áhættuhóp, þá það ekki marktækumunur þarna súlunum í miðjunni, en það mjög marktækumunur þarna á yngsta hópnum og svo þeirra sem eldri eru. Hvað skýrir þetta? Já, mögulega þetta fólk sem í vinnu og námi, það að svona hefja sína atvinnuþátttöku, oft kannski lægri launuð störf, þú veist að margt sem getur legið þarna að baki, það að stofna fjölskyldu, eignast börn og öllu því sem til þú veist, maður getur endalaust verið með þessa getgátur, en þetta bara flókin mynd. En hérna bættum við líka kyni við aldur og aftur, við erum bara að tala núna rauðahópinn, bara þann hóp sem í mikilli hættu. Og þá sjáum við að það ekki bara aldurinn sem hefur áhrif, það líka kynin, sem við svo sem vissum, en þessi mynd sýnir svona á hvernig hátt. Þannig að eins og til dæmis hérna 18 til 23 ára, þá kallarnir með bara meiri einkenni en konur. Konurnar fara aðeins yfir þarna næst og svo þetta bara svolítið breytilegt, en svo þegar þú komin hérna yfir 53 ára, þá fara konurnar líka að hækka svolítið umfram karlana í þessari mikilli hættu á kulnun. Við skoðum líka álagsþætti, við spurðum út í mjög marga álagsþætti, hvað það eitthvað í svona þínu umhverfi eða aðstæðum sem veldur álagi og þetta sem sagt, hérna, spurt, þetta tengist ekki BAT-listanum, en við skoðum þetta út frá niðurstöðum á BAT-listanum. Og þá kemur í ljós að þetta svona þeir þættir sem vógu þyngst, þannig að við erum ekki með alla þætti sem var spurt úti, en af þeim sem í mikilli hættu voru flestir sem merktu við þá vinnu aðstæður sem álagsþátt, eða 55%. Eftir því fjárhagserfiðleikar, 48,eitthvað%, sem það sem hérna álagsþátt og þarna erum við að tala bara rauðahópinn. Svo jafnara sem kannski bjóst ekkert endilega við, en heilsufar eins og maka, þú veist, heilsufar og aðstæður barna, það aðeins jafnara í hópunum 3. Þannig að þetta svo sem tónar alveg vel við svona það sem hefur verið rætt hérna í dag. En svo skoðum við líka bara áhættu eftir stöð á vinnumarkaði og þarna erum við að bera saman þá sem eru í hérna, fullu starfi, hlutastarfi, sjálfstætt eða í námi og starfi. Og eins og við sjáum þarna í rauðakassanum að þeir sem eru í mikilli hættu eru frekar í námi og vinnu. Þeir mælast marktækt hærri. Og ef við skoðum bara þá sem eru í rauðahópnum aðeins betur þarna lengst, þá sjáum við þetta ennþá svona skýrar. Að einstaklingar í vinnu og námi að mælast þarna í yfir 20% hættu, sem mjög hátt ef við muni, þetta var 12% með tillit til heildar niðurstaðna. Og aftur, frábært að sjá hvað eru margir bara í góðum málunum. Það líka mjög gott og sérstaklega þeir sem eru
í starfi, hlutastarfi eða sjálfstætt þeir eru bara þarna nálægt 80% í græna hópnum, en þeir eru töluvert færri sem eru í vinnu og námi. Tekjur og kyn, okkur þótti þetta líka mjög áhugavert, en ef við skoðum hérna þá sem eru ekki hættu, eru í græna, þá sjáum við þróunina að því hærri tekjur, því minni hættu eða því líklega ertu til að flokkast þarna í græna hópin. Þannig að þetta líka allt marktækumunur. Og ef við kíkjum svo á rauða hérna, sem eru mikill hættu á kulnun, þá sjáum við sveigjuna niður á við. Það því lægri tekjur, því meiri einkenni, því meiri hætta á kulnun. Og ef við svona flækjum þetta aðeins og bætum þarna við líka kynjunum í þessar pælingar, þá sjáum við að þegar við skoðum fólk í lægsta tekjuflokkinum sem undir 550.000 krónum í mánaðartekjur, að þá ekki munur á milli karla og kvenna. Hvað skýrir það? Ég get ekki svarað því, en maður svona velti fyrir sér hvort að kannski störfin þarna séu sambærilegri eða ég veit ekki. En svo þegar við erum komin í næsta tekjuflokk upp í 1.000.000, þá akkurat helmingsmunur á milli karla og kvenna. Og svo ennþá meiri munur þegar við erum komin í yfir 1.000.000. Þannig að tekjurnar virðast hafa meiri áhrif á kallana í þessu samhengi heldur en konurnar sem minnka ekki hlutfallslega eins mikið eftir tekjum þarna. Og svo spurðum við líka út í, starfið andlega erfitt? Allir gátu svarað þessu, líka þeir sem telja sig ekki með kulnun eða koma ekkert illa út á batt, heldur allir gátu svarað, þannig að það eru mjög mörg svör eða þessi vinstra megin fjölda svara og þetta eru bara fjölda einstaklingar sem haka við þennan þátt varðandi vinnuna. Þessi þáttur tel ég að sé andlega erfiður í mínu starfi. En það voru 730 og eitthvað svör þar sem fólk hakar við, það ekkert andlega erfitt við vinnuna mína. Þannig að líka gott að hafa það í huga, þó ég glemdi að setja það inn á þessa mynd. En ef við skoðum svo hægri hliðin á myndinni, þá sjáum við hversu margir í áhættu, þessum miklu áhættuhóp, rauðahópnum, merkja við hvern og einn þátt. Þannig að 66% þeirra sem eru í rauðahópnum í mikilli hættu, þeir haka við vinnuálag. Við segjum þarna að það getur verið mikið vinnuálag, en það getur líka verið að bara kröfurnar ekki í samræmi við þína getu eða færni. Þannig að þetta getur líka átt við þá sem eru bara að fá oflítil verkefni og kannski bara fara að leiðast. Þannig að bara vinnuálagið samræmist ekki svona þinni getu í starfi. Því næst kemur skortur og viðurkenning og umbun og allir þessi þættir eru eitthvað sem hafa verið bara töluvert mikið rannsakaðir og svona hafa áhrif á starfsánægju og hvernig fólk svona þrífst í vinnunni. En bara rétt smá samantekt, ég bara að tala hérna algengi kulnunareinkenna, ég ætla að vera mjög skýr með það og þetta bara þessar niðurstöður endurspegla bara hversu gríðarlega flókið þetta samspil og maður þarf að geta skoða þetta út frá öllum þessum breytum, kyn, aldur, eðli starfa, tekju, stöðu á vinnumarkaði og svo framvegis og það eru þessi samverkandi áhrif sem við sjáum. Þannig að við erum ekki að fjalla hérna orsakatengsl, við erum ekki að segja hvað að valda hverju, heldur við erum bara svona að reyna að átta okkur á þessu og alltaf með það svona með þann tilgang að svo skoða þetta ennþá frekar og hérna átta okkur á því hvernig við getum aðstoðað. Og það stendur til að endurtaka þessa rannsókn, vonandi næsta vetur, þannig að þá höfum við líka samanburðinn. Tíminn fljótur að líða og ég meina við lögðum þetta fyrir hérna í lok 23, þannig að það bara væri frábært að sjá hver staðan núna. Og örlítið inn á þennan hóp sem á vinnumarkaði, þetta eru virkir einstaklega á vinnumarkaði, þeir eru ekki orðnir óvinnufærir, þeir hafa ekki endilega fengið þessa greiningu í heilbrigðiskerfinu. Þetta ekki sami hópur og við hjá virk sjáum, sem orðin óvinnufær að hluta til eða öllu leyti, sem bara, það þyngri vandi, þau eru komin búin að hafa snertingu við heilbrigðiskerfið, og þetta ekki endilega línuleg tengsl þarna á milli þessar tveggja hópa, samkvæmt svona erlendu rannsóknum, sem líka bara áhugavert. Þannig að þó þú sért að mælast á rauðasvæðinu í dag, þá það ekki þar með sagt að bara leiðin liggi beint í óvinnufærni og til virk, skilji hvað að fara. Þannig að bara pössum okkur á þessum mismun þarna á milli. En við vitum minna óvinnufæra hópinn eða klíníska hópinn eins og við stundum vísum til hans.
Þannig að það eru færri rannsóknir á honum til. En til að aðeins að ljúka þessari yfirferð, þá langar mig aftur að benda til að flestir eru grænir og af hverju erum við ekki bara líka að skoða þann hóp betur? Þú veist, lítum ekki bara á hvað er að og hvað er að hjá þeim sem eitthvað er að, heldur hvað er lýsandi fyrir þá sem eru að þrífast í vinnunni og starfi. Hvaða þættir eru það í vinnuumhverfi sem eru vendandi og dragur líkum á því að fólk þrói með sér kulnun. Það er hópur sem okkur langar að skoða nánar og munum gera það og þetta að sjálfsögðu nýtist svo í forvarnir sem eru svo gríðarlega mikilvægar eins og Jósef kom líka inn á. Hvernig drögum við líkur á því að ástandi verði með þeim hætti að fólk geta ekki lengur valdið starfinu. Og mér langar líka þegar ég smá tíma að segja ykkur frá þá rannsóknar og þróunverkefni sem hefur í gangi á VIRK síðan 2020. Það er ég og kollegi minn Berglind Stefánsdóttir sem í fæðingarorlofi núna, annars þegar hún verið hérna í dag. Við höfum verið að halda utan þessa rannsóknarverkefni hjá VIRK og þarna erum við að skoða einstaklingar sem eru í starfsendurhæfingu eða fá tilvísun í þjónustu VIRK. Og einmitt eins og ég segi, það er alveg komið núna 5 ár næstu sem við byrjum og við förum svona tilgangur verkefnisins er svolítið að ná betur utanum þetta fyrirbæri og það er gert með því að við erum búin að halda utanum tölfræðina á öllum beiðnum sem berast og koma á þá forsendu kulnunar, þannig að það eru vísbendingar það í beiðni læknis eða greining til staðar. Svo skoðum við þetta svona út frá þá húskilgreiningunni eða bara svona skoðum vel hvert og eitt mál og tölum gjarnan við fólk eða skoðum svona upplýsingar frá þeim sem okkur berast. Og þetta er náttúrulega bara alltaf til þess að skerpa á þessu viðmiðum sem er bara mjög nauðsynlegt og veita árangursríkast þjónustu út frá aðstæðum hverju sinni. Þannig að og bara ná betur utanum þetta hjá okkur þannig að við séum bara einmitt að koma til móts við þarfir einstaklinga í þjónustu hjá okkur. Þannig að þó að fólk uppfylli ekki viðmið kulnun í starfi, þá fá þið vissulega þjónustu út frá þeirra vanda. En þetta er svona samanburður á milli ára og þau eru svo mikið í tölunum inn í dag, frá 21 til 24, hérna sjáum við þá heildarfjölda beiðna til VIRK þar sem tilvísunar ástæða er kulnun. Og þetta hefur bara, lækkað örlítið, ég er nú ekki búin að keyra hvort það sé þarna margtakur munur, en 2024 voru 9% beiðna sem rötuðu í þetta verkefni. Og svo má sjá eftir okkar yfirferð og eftir að við erum búin að sérfræðingar hjá VIRK eru búin að skoða hvort að þessi mál falli þá undir skilgreiningu kulnun í starfi, þá eins og við sjáum lækkar hlutfallið örlítið. Þannig eins og 24 fer þá 9 í 5% sem segir það að árið 2024 voru 5% einstaklingar í þjónustu VIRK sem uppfylla skilgreiningu kulnun í starfi. En ég ætla ekki áherslu á það að þó við sjáum þessa lækkun, skýringin á bak við það er að í einhverjum tilvikum voru einstaklingar bara að takast á við annan vanda, voru kannski með eitthvað sjúkdóm sem skýrði einkennin betur eða geðröskun. Oft var það var ekki hátt hlutfall en einhverju voru að takast bara á við annars konar streitu, álag úr öðrum áttum en vinnuumhverfinu. Og auðvitað er þetta bara flókið, þú veist, og margir bara takast á við margt, þið vitið. Þannig að en þarna erum við aftur bara alltaf að reyna að veita sem bestu þjónustuna. Þannig að takk kærlega fyrir mig og bara ef það eru spurningar í lokin þá endilega komið með þær. Takk. Við höfum alveg 9 mínútur. Það má líka vera til Jósefs. Mér langaði bara að spyrja, varðandi eftirfylgni rannsóknarna, getið þið skoðað þá einstaklinga sem að þið flaggið sem rauða og sé hvort að þeir eru í vinnu eða slíkt? Já, í rannsókninni á vinnumarkaði. Já. Nei. Okay. Það er, við getum ekki rakið svörin þarna. Það verður mjög áhugavert að vita nefnilega, skilurðu. Já. Sammála, mjög sammála. Það verður mjög áhugavert og það er bara góði punktur. Það verður kannski hægt að gera slíka rannsókn en við getum, en erum með alla tölfræði yfir einstaklinga á VIRK, þannig við getum fylgst með, ég held allar að spyrja því. Þannig að við getum skoðað þann hóp nánar og hvernig þeim hafi vegnað og út frá þeirri þjónustu sem þeim fengu og stöðu á vinnumarkaði að loknu þjónustu, þannig að það er eitthvað sem væri mjög gaman að skoða nánar.
Eru fleiri? Já, takk fyrir mjög góð erindi bæði tvö. Ég heiti Pétur Mokk og formaður Sálfræðingafélagsins. Það eru auðvitað ótal spurningar sem maður hefði áhuga á að spyrja en mér langar kannski aðeins ég veit ég að fara út fyrir efnið, en þetta verkefni sem þið Berglind hafi verið með, að kanna gæði kulnunargreininga sem kemur auðvitað í ljós að nánast helmingast. Hafið þið skoðað af því að þetta verkefni hefur verið svo frábært, hafið þið eitthvað veltið fyrir ykkur að fara með sama hætti yfir gæði annarra greininga vegna þess, og ég spyr vegna þess hversu mikilvægt það fyrir endurhæfinguna sem kemur í kjölfarið, rétt greining, rétt meðferð. Algjörlega. Við höfum ekkert endilega hugsað út frá þessu verkefni sem slíku, en það þetta bara mjög áhugavert að fara í þá vinnu og virkar náttúrulega hefur mjög gott tækifæri til þess. En vissulega erum við að mörgu leyti að vinna þessa vinnu út af því að, eins og þú segir, maður fær svona nákvæmar beiðnir, ef við getum orðað það þannig, og vissulega erum við með mikið af flottum sérfræðingum hjá VIRK sem eru að afgreiða þessar beiðnir og eru svolítið að meta þær upplýsingar sem berast frá einstaklingnum og svo berast saman við upplýsingar í beiðni og greiningum. Þannig að það er verið að gera þetta en kannski ekki með formlegum hætti og það er ekki verið að halda þetta tölfræðina. En svo erum við líka bara alltaf að endurmeta stöðuna þegar fólk kemur á ákveðnum forsendum og það er ákveðnar tillögur af þjónustu og svo þurfum við alltaf að endurmeta ef það fylgir ekki eftir okkar upphaflega plan að þá mögulega hvað annað gæti skýrt frekar einkenni eða hvað er svona að hindra til vinnu. En það er, góður punktur. Fáum einhvern annan í doktorsnámi í það. Sæl, Hæ. Takk fyrir frábær erindi. Ég heiti Sara Döggur og vinn í Vinnumálastofnun og mér langaði svolítið með þessu áhugaverðu punktu sem að Jósef var að nefna varðandi kostnað við hlutastörf og minni framleiðni. Við erum núna í gríðarlega stóru verkefni þar sem við erum að reyna að ná samtali við vinnumarkaðinn hlutastörf. Einmitt vegna ákveðna breytinga á örorkulífeyriskerfinu sem er framundan, þar sem að sannarlega held ég að við getum fullyrt að töluverður hluti fólks mun koma út á hlutaörorku sem þýðir að það hefur vinnuvirkni og þar af leiðandi atvinnulífið þarf að mæta því. Hefur eitthvað verið, og við erum svona kannski bæði að reyna að rýna gögn og svona hafa eitthvað til að styðja við okkur það að þetta sé leið sem að er farsælt að fara og verður að fara til þess að hreinlega nýja breytingar gangi upp. Varðandi það, hversu kannski miðað við streituvaldandi vinnustæði sem að mögulega hafa áhrif á hvernig vinnu geta þín þróast, eigum við eitthvað gögn það hver ábatinn raunverulega gæti verið samanburðurinn af því að missa fólk úr virkni, úr vinnu vegna álags og annars slíks og þá kulnunar og þess að geta boðið upp ákveðin fjölda hlutastarfa til þess að mæta nákvæmlega þessu fyrirbæri. Þannig að þú farir aldrei í annan fasa að fara yfir mörkið þín en þú átt farsælan starfsferil þar fyrir utan, en það er kannski þetta forvarnargildi mögulega líka, en þetta er svona það sem ég fannst langað að heyra hvort það væri til eitthvað Bara mjög góður punktur, ekki að ég viti þessi gögn til, en þið leiðréttið mig ef þið vitið meira. Jósef, vilt þú eitthvað koma inn á þetta?
Góðan dag og þakka kærlega fyrir mjög áhugaverð erindi. Ég heiti Sveindís Anna Jóhannsdóttir og er formaður Handleiðslufélags Íslands og svona ef ykkur veit ekki að þá er handleiðsla gagnreynd aðferð sem að notast bæði sem forvörn og viðbragð við streit og kulnun. Mér langar bara svona að sagt að við erum ykkur upplýsingar hverjir af ykkar skjólstæðingum hafa verið í handleiðslu eða hafi notað sem hluta af meðferð fyrir ykkur skjólstæðing í endurhæfingunni. Þú ert að tala einstaklingar sem eru hjá virk í þjónustu. Já, eða Hverjir bara af tengt þeim- þessari rannsókn ykkar líka. Já, nei, bara stuttasvarið að nei, við höfum ekki þær upplýsingar því miður. Við höfum mikið af alls konar upplýsingum en hérna ekki eitthvað svona upplýsingar sem við getum tekið út úr kerfin okkar. En þetta er bara mjög góði punktur og hefur svolítið mikið fjallað mitt svona undanfarið, hefur maður tekið eftir. Það verður mjög áhugavert að fylgjast betur með þeim rannsóknum. Ég er með eina bara vangaveltu, ekki spurningu og líka þá að því við erum með Jósef hérna að eins og það er rétt skili hjá mér Jósef að veikinda, það er bara fyrstu 14 dagarnir sem eru greiddir af vinnuveitanda í Svíþjóð og síðan er það miðlæg stofnun, tryggingastofnun eða sjúkratryggingar. Þessi þýðir að það eru til miðlæg skráargagn alla sem fá þessa greiðslur í landinu. Við höfum þetta ekki hér. Við erum með sjúkrasjóði á mörgum stöðum, svo er tryggingastofnun þegar því lýkur og svo framvegis. Þannig að við höfum minni upplýsingar, finnst mér, og ég held að séu flestir sammála mér, bara veikindi í landinu, veikindi starfandi fólks og ég held að væri mjög gott að lýsa bara yfir bara átaki, bara eftirspurn eftir þessum gögnum að við gætum farið að skoða þetta á einhvern hátt betur, þannig að við höfum meira í höndunum. Er ekki sammála því? Einhver að brenna inni með spurningu eða vangaveltu? Loka sens. Vá, við erum alveg á fullkomnum tíma. En ef það er einhver fleiri spurningar, þá er alltaf velkomin líka að senda tölvupóst og bara heyri í okkur eftir þörfum. Bara kæra þakki fyrir daginn og takk fyrir komuna.